Ágætu yndislegu vinir, við erum saman komin til þess að heyra það sem að hann frá Hæðum vill tala við okkur í dag og við höfum nú góða reynslu af því að það kann bara góðri lukkastýra og er eitthvað sem við getum notað og nýtt okkur og auðvitað vaxið ásmegin í því sem við viljum vaxa ásmegin í, og þegar við vöxum ásmegin í þessu að þá tekur það meira af því sem áður var myrkur og lýsir það upp og trúin hefur styrst sem þessu nemur. Þetta er eitt af því sem að góð kennsla gerir, að hún sem sagt nær að taka yfir svæði sem að áður voru kannski í hulin myrkri, að því að kennsla, góð kennsla, að hún nær að upplýsa okkur sumt og við skiljum sumt allt í einu að því sem við heyrðum, og skilningurinn er bara annað orðið við ljós í þessu þegar svona er talað. Það er skilningurinn sem gerur okkur frjáls, ekkert annað. Þú getur átt trú náttúrulega og átt trú, en það sem þú skilur ekki, þú ert ekki frjáls fyrir því. Þú skilur það ekki og ert að draga jafnvel ranga ályktun af því sem þú last og heyrðir, og sem merkir það í raun og veru að þú ert bara áfram í myrkri. En svo kemur opinberunin, skilningurinn, og það er birtan. Það er þetta sem við erum að tala þegar við erum að fræða okkur, og líka þegar við erum að tala það að fræðslan hertæki ákveðin svæði og lýsuðu upp, það er vegna skilningsins sem kom. Þess eigum við að hlusta og vænta þess að skilningurinn vaxi, og þá erum við komin á nokkuð góðan stað í þessu öllu saman og getum farið svona að átta okkur betur á svo mörgu. Og þess vegna segi ég það enn og aftur, og við hér enn og aftur, að læra í Drottni er ekki hégómi. Þú getur aldrei sagt við sjálfan þig: ég er búin að læra nóg, nú veit ég þetta allt saman. Þegar Drottinn minn sýna þér það, kannski í þessari kennslu, að svo er ekki. Já, þú sem ert búin að vera kannski áratugum saman með Guði, gengi heilshugar, svo sem, munt sjá að það er ýmsir þættir sem er áfátt í þér, sem þú hefur ekki náð að fatta þá. En kennsla frá Hæðum náði að lýsa á og tók ákveðið svæði sem nú er upplýst af skilningnum. Við verðum aldrei fullnuma í orði Guðs, og það skal vera minn á þeim styrkur í dag. Og einnig það sem er gott að hugleiða og velta fyrir sér og vita að yfir okkur sem kristnum mönnum er einn, og þar verða ekki manna skipti. Og tíminn lögmálsins var hérna, og eftir að konungarnir komu inn í dæmið og menn báðum þá og fengu konunga, þetta voru smurður menn að Guði, ekki vantaði það, en þeir eru allir í gröfunum sínum í dag. Þeir leiddu fólkið margir réttan veg, það er ekki hægt að taka það frá þeim, en þeir eru allir í gröfunum sínum í dag. En ekki Kristur. Hann er yfir kirkjunni núna, og það eru fullt af söfnuðum út allt, og það eru leiðtogar inn í kirkjunni, en þeir fara allir á sínum tíma í gröfina, og aðrir verða smurðir í þeirra stað sem leiðtogar yfir þessum og hinnum söfnuðinum. En yfir honum, leiðtogunum, er annar sem heitir Jesú, og hann bara er, og hann setur menn sjálfur í. Þannig að við erum að auka við þekkingun okkar í dag og ætlum að svona, og Drottinn ætlar að gefa okkur skilning á ýmsu og svona setja okkur á nýjan hól þar sem við sjáum þetta frá öðru sjónarhorni heldur en hingað til. Og það er partur af því að vera með lifandi trú. Það leyfa trúnni
þar með drottni að setja okkur á hérna ýmsu hóla, því að frá hólnum sjáum við betur heldur en í lagðinni, það ekki rétt. Ef þú ert í djúpri lagð þá sérðu bara upp á barminn og upp til himins, en upp á hólnum þá sérðu yfir allt svæðið og getur áttaði á frá þessum stað landsvæðinu og því sem hún sér með öðrum hætti en var þegar þú varst á einhverjum allt öðrum hól og allt öðrum stað. Og þú ert að lýsa sama svæði, horfa á sama svæði, en sér það frá öðru sjónahorni og sér það þar með öðruvísi. Því að þú horfir á þetta frá þessum stað og hann lítur svona út, svo ferðu á hinn staðinn og horfir á sama svæði frá öðrum stað og þá sérðu öðruvísi. Þá birtist allt í einu eitthvað sem að hinn hóllinn sýndi ekki vegna þess að það veri skugga af ykkur öðru. Svo ferðu þangað, eitthvað starfannast stað, þá sérðu annað og þar er líka einhvað sem skyggir á. Þegar þú svona þessin ert að færa þau til, þannig séð að þú ert að fá nýjan vinkil á það sem þú ert að fást við. Og skilningurinn kemur og vekur þér fögnuð yfir því sem þú ert að sjá á nema. Þannig er orð Guðs, þannig er kennslan í Guði, að hún er skemmtilega þýleitin til að opinberunin, hún vekur manni fögnuð. Þú hefur fengið opinberunin, það ekki rétt. Finnst þér það ekki alveg hundleiðilegt að vera að fá þessu opinberunu? Nei, þeir finnst það skemmtilegt vegna þess að bara skilningurinn er þannig gerður að hann í honum er frelsi ákveði og í frelsinu er bara fögnuður. Þess vegna tökum við okkur frá, gefum okkur tíma í það sem að okkur er nauðsynlegt, sem er að læra af drottni Jesú. Og við erum að tala hér upp úr Biblíunni sjálfri, og þetta er Biblían og þú átt svona bók líklega, og þú færði ekkert betri kennslu heldur en bara beint upp úr bókinni. Af því að þetta er bókin sem þér var gefið sem manneskju í þessum heimi, sem trúaðri manneskju, vegna þess að drottin er að tala til þín upp úr sinni bók, eins og sagði við mig árið 2013-14 aftur til orðsins. Og þetta er það sem hann er að gera í dag. Hann er að setja fólk, mig og þig, söfnuðin okkar kirkjuna, aftur til orðsins. Og þegar við förum aftur til orðsins, þá verða allar þessar kenningar sem menn hafa sett og einhvern veginn tekist að líma við kirkjuna, það verður allt saman eftir. Við erum konar á þann grunn sem við eigum að standa á og vinna út frá þeim grunni, og það er orð Guðs. Þannig er okkur alltaf uppálagt að vinna, en það er svo margt sem gerist með tímanum og menn sofna á verðinum, þannig séð, og það byrjar alls konar sem á ekki að vera og drottin á einhvern stað leiðréttir. Það er ég með hans hlutverk að leiðrétta sitt orð. Akkurri? Hann stendur vörðu um það sjálfur. Svo ég komin aftur að því. Hver setur mig aftur til orðsins? Þú. Það sé nú ekki frekar Jesú heldur en þú eða ég. Hann er að tala. Svo er það spurningin hvort ég meðtæki það sem að drottin vill við okkur tala. Og það verður bara hver og einn að eiga það við sig, því ekki get ég svara fyrir neitt nema sjálfa mig. En yfirskriftin á þessum þætti er leiðtogi kirkjuna, og við byrjum á því að tala um að leiðtogi kirkjuna veri Jesú, og það verði ekki mannaskipti það vegna þess að Jesús er eilífur og kirkjan er því bara alltaf eins, því hann er búin að gera hana fullkomna, en þeir sem að voru í leiðtoga hlutverki í lögmálinu dóu þeir allir í gröfunum. Og leiðtoga kirkjunar fara auðvitað í grafirna líka, en yfir honum sem er leiðtogana, hann lifir. Þannig að þegar ég er farin, þá er Kristus samt eftir. Svo lesa hérna, við erum í síðari Samúelsbók, svo sem aldeilis mætumanni sem við erum að lesa um hér,
Það er 5. kafli í síðari Samúelsbóka. Allur ættbókur Ísraels komu til Davíðs í Hebrón sögðu: Við erum holdhitt og bein. Áður fyrr, á meðan Sál var konungur okkar, var það þú sem leiddir Ísrael í hernað og heim aftur. Auk þess hefur Drottinn sagt við þig: Þú skalt vera hirðir þjóðar minnar, Ísraels, þú skalt vera leiðtogi Ísraels. Við hvern á okkur segir hann þetta í dag? Engan. Þegar hann er búinn að segja þetta. Hann er búinn að skipa einn og hann heitir Jesú. Sá sem leiðir, hann bara er þarna í sín hlutverki að leiða sinn söfnuð samkvæmt vilja hans sem að skipaði hann og hanna í starfið. En þannig verið að skipa mann yfir annars sáttmála og við vitum að Davíð er í gröfinni. En skilur eftir handa okkur orð sem við erum að lesa og blessast af. En það voru ekki allir konungar Ísrael sem að skildi eftir þessi orð sem við erum að lesa í Biblíunni. En hann gaf sumum þetta vald, má segja, og Davíð er einn af þeim. Enda Davíð var maður með hjartalag sem að Drottni líkaði við. Þetta sem meðmæli hefur hann. En sjálfur er hann í gröfinni. En minn Herra, sem er yfir kirkjunni, heitir Jesú, er það ekki. Hann fór í gröfina, en gröfin hélt honum ekki, og nú er hann upprisinn. Og sér allt í kirkjunni, og sitt fólk, einkum og sérlegi, vendar það, blessar það, lætur það hafa allsnægtir, og kennir þeim margt sem að heimurinn getur ekki kennt, heldur reynar að ræna frá þeim, eins og friðnum og kærleikanum og elskunum og allt saman það. Þetta er það sem að Drottinn er alltaf að kenna okkur að nota, af því að þetta er það sem maðurinn er fæddur til að vera, kærleika og elska. En heimurinn, að hann er vondur, stjórnaða vondu, hann tekur þetta frá manninum og þá verður allt vitlaust. Þá kemur upp hatur, þá kemur upp breið, þá kemur upp stríð og ofbeldi og allt þetta sem við erum að horfa á í dag, af því að okkur vantar Guð inn í myndina sem segir okkur að elska náungan eins og sjálf okkur. En við erum að lesa þarna leiðtoga sem er að ganga inn í hlutverk sitt sem leiðtogi þjóðarinnar. Hann er æðstur þjóðarinnar. En Jesús tók við af þessum og er á himnum og Drottinn segir það verða engin mannlagsskipti í kirkjunni minni. Þannig er kirkjan ekki komin, hann fer því ekki í gröfina. En þessi ég og þú sem erum kannski í einhverjum embættum í kirkjunni, þetta við förum öll. En það skiptir ekki máli. Þegar yfir kirkjunni er einn Jesú. Hann skal ráða og ríkja. Þannig það kemur enginn í dag til nokkurs manns og segir: Þú skalt vera hirðir þjóðar minnar Ísrael, þú skalt vera leiðtogi Ísraels. Nei, hann nefnir ekki mannsnafn, hann segir Jesús er þetta. Hefur verið það í 2000 ár. Og þar skilur á milli nýja sáttmála og gamla sáttmála. Þegar nýja sáttmáli inniheldur líf. En gamli sáttmáli var náttúrulega góður allt saman það, en það hélt hann enginn og það fekk enginn í raun og veru líf af gamla sáttmála. Og sumpart hann var náttúrulega, meðan hann fyrir þá sem eru í undir lögmálinu, var þetta bara kvöl og pína vegna þess að menn gátu ekki haldið þetta. Og það sem menn get ekki haldið og sjá vita upp þessu sökina, það bara vekur þeim endalaust sektarkennd. Nógu nú sektarkenndin hjá okkur, þessum kristnum mönnum, sem þó hefur verið fyrirgefið öll okkar mistök. Og hvað þú heldur hinir sem vissu að þeir voru jafnir búin að missa af sumi hverjir. Þannig við erum að tala allt aðra hluti. En hvað það? Í dag segir þetta enginn kirkjunar mann: Þú skalt vera hirðir þjóðar minnar, Ísraels, þú skalt vera leiðtogi Ísrael. Af því að kirkjan, hinn kristni veit að leiðtogin var skipaður fyrir margt löngu. Öðru máli gildir þá sem eru síðan yfir
hjörðinni og jörðu niðri, það er allt annað mál. En þeir eru, sem sagt, þeim er stýrt og stjórnað allt er eðlilegt af honum sem ræður kirkjunni. Og þess vegna haldast öll þessi gildi í kirkjunni við með þeim hætti sem það gerir, að því Jesús horfir á sitt fólk og stjórnar öllu þaðan. Og þegar hann þarf að grípa inn þá líka gerir hann það. Og þess vegna segir hann við mig og þig aftur til orðsins. Hver getur sagt þetta og staðið við annari sá sem hefur vald til þess að breyta því sem þarf að breyta? Hver hefur vald til þess að fá mig til þess að vera meira í þessu orði en hann sem er yfir mér og ég lít? Hvað heitir hann? Hann heitir ekki Konráð, svo mikið þið víst. Hann heitir Jesú. Þannig við sjáum að þeir báðu Davíðs konung, og Davíð var sennilega eitt frábærasti konungur Ísraels fyrir og síðar, en Davíð er í gröfin í dag. Þetta var samt það skiplag sem var á þá, en breyttist með Kristi og niðursetningu kirkjunnar. Hún er aflið sem máttur heljar fær ekki unnið á. Og bara það að kirkjan skuli hafa verið frá degi til dags í þessi 2000 ár segir okkur allt það að máttur heljar er náttúrulega þarna til staðar en fær ekki unnið á henni. Og oft hefur hún ekki, þessi máttur heljar ekki reynt að þagga niður rödd kirkjuna. Við sjáum þetta bara í dag svo heldur betur. Það var alltaf svo að maður opni blað í dag heldur en að það sé ekki ykkur rödd ykkur stað sem er að reyna að þagga niður kirkjuna. Og ef þú heldur þetta sé ekki að bara gerast núna, þá er það alránd. Þetta verið svona allar götu frá því að hún var stofnuð og við lesum það í orði Guðs að var. En samt kemur enginn neinstað fram sem segir þú skalt vera hirðir Ísraels, leiða Ísrael Guðs veg. Af því að kristinn maður veit það búið að því. Hann heiti Jesú. En á þessum árum var skipulagið svona, voru menn sem voru konungar og það eru leið valdir að Guði til þess að leiða þjóðina. En þeir eru allir farnir. Já, þeir eru farnir þessi konungar. Komu fara. Eðlilega, eitt sinn skal hver maður deyja. Og Jesú kom, dó, en dauði fekk honum ekki haldi og hann er eilífur í dag. Sem yfirmaður kirkjunar, sem hann gefur engum það embætti og máttur heljar, hefur reynt æsíða að þagga niður röddina sem það berst, en getur ekki. Og það skal vera minn styrkur í dag. Getur það ekki. En hve mikið hefur þetta afl reynt. Það er ekki lítið. Að kirkjan skuli vera til í dag er ekkert annað en bein vísbending upprisin Jesú á himnum, að hann er raunveruleiki. 2000 ár, muniði það, og bentu mér á eitthvað mannanaverk sem er 2000 ára gamalt. Ef þú ætlar að benda mér á stjórnvöld, þá bendi ég þér á móti að stjórnvöld eru sett niður af Guði. Þannig það er Guðs verk í raun og veru. Þess vegna standa þau ennþá og eru náttúrulega eins og þau eru. Og svona voru líka, en þeir eru ekkit guðlegt þannig sé, þeir eru ekkit endilega leiða þjóðin ekkit eftir samkvæmt Biblíu, það vitum við vel. En þeir eru samt skipaðar af Guði, þess vegna hefur alltaf verið til stjórnvald, eða alltaf ekki alltaf, það byrjaði með dómurunum í orði Guðs og svo kom konungarnir og núna eru við með þessar ríkisstjórnir sem er raunulega af sama meiði og allt hitt. En það kemur enginn í dag og segir, og þetta vitum við og tökum myndina, Ísrael nefnum við, þú skalt vera hirðir þjóðar minnar Ísraels, þú skalt vera leiðtogi
Ísraels. Hverjum dytti þetta í hug kirkjuna að segja þetta í raun og veru? Hver veit ekki hvað hann heitir? Hver veit ekki að verkið gert og verður ekki aftur tekið? Það fer engin annar en Jesús sjálfur í þetta embætti. Hver viðurkennir þetta ekki? Sem á annar borð eitthvað að huglega þessi mál og þekkir einhvern haus á sporð á þessu máli. Ekki nokkur maður. Ekki einn. Það styrkur kirkjunar. En við fengum þarna frábæran konung, Davíð, og það viðurkennum við öll. En við sjáum líka með marga af þessum konungum voru ekkert góðir. Það voru bara hrappar sumir af þessum mönnum. Rétt eins og í dag. Sumir leiðtogar þjóða eru bara hrappar. Við þurfum ekki annað að taka Hitler, Stalin, Mussolini og hvað allir heita allir þessi menn, þetta voru bara hrappar. Og þessi menn eru ennþá hrappar. En svo eru við með ágætismenn inn á milli sem leiða þjóðina góðan veg. En það náttúrulega lenska, jafnvel þeir sem að leiða góðan veg eru náttúrulega að fá í alls konar högg á sig. Það bara vegna þess að það óró í hjarta mannsins. Og verður ekkit breytt, ekkit tekið frá honum fyrir hann fyrir að stúdera orð Guðs og leyfa því að kenna sér, og þess vegna sitjum við fætur drottni að því við viljum í það minnsta að því við tilhörum drottni leyfa orðinu að kenna okkur, og þess vegna tökum við okkur frá og gerum með gleði, ekki nauðum. Og fræðslan hún skilur kannski svona að þetta hefur upplokið fyrir þér einhverju, og þegar það hefur upplokið fyrir þér þá hefur ákveðið svæði í þér lýst upp. Það opinberunin. Og trúin hefur styrst en því nemur, því opinberunin er svo mögnuð, hún fer ekki frá þér. Áratugum seinna jafnvel þá manstu þessu opinberun, þú manst jafnvel hvar þú sast eða hvar þú heyrðir þetta. Svo mögnuð er hún. Því að drottin lætur engan sem að snertir í friði eftir leiðis, hvað þetta varða, á góðu þá. Þegar allir öldungar Ísraels voru komnir til konungsins í Hebrón, gerði Davíð konungur sáttmála við þá frammi fyrir augliti drottins í Hebrón, þína smurði þeir Davíð til konungs yfir Ísrael. Davíð var 30 ára þegar hann varð konungur og ríkti í 40 ár. Í Hebrón ríkti hann 7 ár og 6 mánuði yfir Júda og Jerúsalem 33 ár yfir öllum Ísrael og Júda. Já. Þannig að við sjáum að Davíð konungur var farsæll konungur og þjóði var með góðan konung í 40 ár, en ekki lengur. Hver kom eftir Davíð? Hann var nú örugglega, var ekki Salomon, og hann var, ég held að hann verið ágætur, en svo var þetta allavega og hefur alltaf verið allavega. Að þetta er mannlegt skipulag. Kirkjan er ekki svona. Kirkjan lítur ekki þessu, það er ekki mannlegt skipulag þar, og þess vegna segir drottin aftur til orðsins. Þannig ef eitthvað vitleysa kemur upp í kirkjunni, þá leiðir eftir drottin það sjálfur engin maður, því að engin maður gæti það. En drottin getur það og gerir það. Akkurru, að þegar hann elskar sína kirkju, hann veit hver staður hans er fyrir okkur mennina, að það er kirkjan. Frá kirkjunu kemur fólkið til himins, ekkert frá neinum öðrum stað, heldur frá kirkjunni, frá frjálsu hjarta. Og þegar þú ert sjálfur þessi kirkja, og þú verður þessi kirkja, þú verður þessi framrétt hönd drottins, eftir að þú endurfæðist, og ert í gangandi ljósberi það sem þú ert. Og það er líka hvatningin sem drottin er alltaf með, að við séum þessi gangandi ljósberi. En erum við það? Við viljum það, ég veit það. Jú, við erum það oft, en við mættum kannski vera það ofta, og það er alltaf sama sagan, að sumt mættum við vera oftar en við erum, að því við erum svolítið mislind fólk. Nú skulum við lesa annað það sem við erum að tala kirkjuna. Við erum menn í við erum menn í Gamla testamentinu, og nú fyrir við Jesæ handritið. Það er spádómur það sem er ekki komið en er komið, og við verðum við líði í 2000 ár, en þarna er þetta ekki komið.
sem segir okkur það að úr því að þetta er hægt einhver sem skrifar þetta sem hefur séð fram í tíman, og það er bara sjálfur skapari sem auðvitað undirstrikun þess að Gamla testamenti og Nýja er verk skaparans. Hann er með áætlun frá upphafi til enda og það verður heldur ekkert frá honum tekið, og hann er að gera okkur kleift, gefa okkur von að við munum, að þeir sem voru þá undir lögmálinu munu losna undan þessar kvöð sem lögmálið er, og hann setur inn í hjörtu mannana leiðsögn sem heldur við þessari von, og þeir sem sagt væntu alltaf sinna lausnan af því að þeir lásu það í hérna orðinu, en við vitum það voru ekki allir sem tóku við hann þegar hann kom, sem er allt annað mál. Það er margt gott að koma til okkar í dag og hefur alltaf verið sem við erum ekki að taka við. Við erum íta út, og þessin erum við að íta út Guðs orði allstar ef við getum það, sumir af okkur er að reyna það, að þeir sjá ekkert við það, sjá ekkert gott við það, og það er heldur engin ný frétt. Þetta hefur gengið með mannkyni svo lengi sem það hefur verið til. Þannig það er ekkert nýtt undir sólinni, en kennslan er þess megnug að hún setur þig á þann stað að þú viðhelst í trúnni, og Drottinn er svo góður við því að þegar hann veit að við erum svona sannleiksleikandi fólk og við höfum gaman að því að vita aðeins meira, þá setur hann okkur á þennan hól í dag, svo á einhvern annan hól næst, og við horfum í sama svæði og fáum nýja mynd á, og af nýju svæði kemur einhverja ljós sem að gamli staðurinn skyggði á og náði ekki að sýna okkur. Við veitum bara með afstöðu með svona myndaflis og hér er notuð að ef hún er á einhvern stað að þá getur maðurinn fyrir framan myndavélina skikkt á þann sem er fyrir aftan myndavélina, hann sést ekki, en ef ég færi vélina eitthvað annað þá kemur svo maður í ljós en eitthvað annað sést ekki í staðinn. Það er þetta sem orðið gerir, þess vegna er það að færa okkur á milli og við fáum nýtt sjónarhorn, og við munum að því við vorum á þessum sjónarhóli í gær að þarna var einhvað, við sáum þetta, en svo fyrir við á nýjan stað, þá sjáum við það sem við sáum ekki, en sjáum ekki hluta af því sem við sáum frá hinum hólnum, en við vitum að því við vorum þar skömmu áður. Þannig viðhelst tekkingin og við hana bætist. Og þetta heldur bara áfram út í einn, þegar Drottinn er svo góður. Hann getur gefið okkur endalaust nýja vinkla. Ég veit ekki hvað ég er búin að fá marga vinkla á sum ritningar sum orði í Biblíunni sem að bæði frá öðru fólki og Drottinn hefur gefið mér sjálfum, sem er alveg bara ný opinberun á þessu og hinum, af því Guð er góður við okkur, af því að hann er með mann sem er þarna bara uppi sem heitir Jesú, og hann er ekki að fara neitt. Hvað með þig? Ert þú að fara eitthvað? Ég hveti til að fara ekki, en þú auðvitað tekur þína ákvörðun rétt eins og ég tek mína. Fyrir núna er Jesaja handritinu, og þar er svona líklega er hann að tala hann er að tala þarna bara Jesú, en Jesú er ekki komin að það. Jesaja 42 42. kapli frá með versi 1. Sjá, þjónn minn sem ég styð, minn útvaldi sem ég hef velþóknun á, ég legg anda minn yfir hann mun færa þjóðunum réttlæti. Hann mun færa þjóðunum réttlæti. Þessi fór í gröfuna, en er upprisin eilífur í dag og heitir Jesú. Davíð er í gröfinu og það vitum við. En þarna er hann að koma með annað til þjóðarinnar sem ekki er komið fram ennþá, en við vitum að kom fram fyrir 20.000 árum, því að þetta eru gamle gömul orði í Biblíunni, þó síung og fersk, og segja við þjóðina, það kemur að því að við breytum þessu sem er núna. Og þeir sem tóku við eignuðust með því von, og svo líður tíminn og líður og býður og ekkert er að gerast okkar mati, og af því að þetta við erum svo óþólum, þá þurfum við trú. Og þeir sem höfðu trú voru ekki áhyggjufullir svo lítið væri að gerast. Og þú sem ert með trú í dag, trúir á því góða að fara á fullkomna, ert ekki svo upptekin af áhyggjum. Og svona kennsla getur fært þig að staða áhyggna
til vonarinnar, þar sem að þú ert allavega ekki buguð og bugaður af áhyggjum, uppetlandi áhyggjum og slítandi. Það eitt af því sem kennslan getur gert fyrir mig, en ekki ef ég vil ekki nota hana. Kennslan til að nota hana. Þess vegna máli hvetja menn, hvert sem að nota kennsluna. En ef menn vilja ekki nota hana, þá það bara, mér varðar í sjálfsög ekkert það. En ég vil nota hana, og ég vil hvetja því með mér til að nota hana líka. Þegar hún hefur gert mér gott og mikið gagn, og hún mun líka gera þér mikið gagn. Því ég veit hvaðan kennslan komin, hún komin frá hæðum. Og sá sem að það ætlar mér bara gott, ekki illt. Hann í embættinu og lætur engan annan hafa sitt embætti. Sem sagt, ég sem kirkjunnar þjónn lít honum. Við erum sammála þetta, þannig það best. Þetta ekki áfellisdómur neitt, nema bara þetta rökrétt. Og við megum alveg taka rökréttar ákvarðanir. Það ekki rétt. Ég held það. Svo segir hann hér í öðru versi, við erum í Jesaja, hann kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sína á strætónum. Hann verður mildur og góður, hann verður öðruvísi heldur en aðrir sem verið hafa undan honum. Og kirkjan það sem hann hún opinberar hjarta hans. Og kemur ekki bara gott frá kirkjunu, ég segi það jú. Þeir sem að segja annað, sjá ekki það góða sem að streyma frá henni. Eins og vorum líka að tala á þann, að það sumt sem gott sem þú vilt ekki með hafa, að þú sérð ekki það góða. Og þannig með kirkjuna, en breytir ekki því að hún góð. Hún að gera góð verk. Hún að innleiða hér fullt af góðum hlutum og standa vörðum margt sem gott. Og stundum heyrist rödd frá henni, gaggrínandi rödd, vegna þess að það verið að höggva í eitthvað sem gott. En hún ekki vald hann séð. Hún bara kemur og bendir á. En kirkjuna uppálagt að halda sér við þann og hann sem yfir. Og þar verði ekki mannaskipti og hann heitir Jesú. Og það heldur áfram á þessum farvegi þó að menn taki ekki við þessum boðskap. Kirkjan heldur bara sínu striki. Af því að einn það og það verði ekki mannaskipti. Hann með þetta allt 100%, hann með þetta allt fullkomið og það þarf ekki að breyta því sem fullkomið, en mitt að sjá þetta fullkomna, og að því ég breyskur maður, þá þarf ég trú. Ég þarf að taka afstöðu með orðinu og segja, ég ætla að styðja þetta orð, og það hef ég gert. Og ég ætla að hvetja þið með mér til að gera það líka. Því það var mín gæfa og ég veit að það verður líka þín gæfa. En þú verður að taka undir þetta rétt eins og ég þurfti að gera sjálfur. Það á mínu valdi. En þannig erum við konir á stað þar sem drottin að tala til þjóðana það sem koma skal. Og það komið, heitir Jesú og kirkjan hans á jörðinni. Sumir í kirkjunni, en það bara lítið partur af þjóðinni í kirkjunni, því miður. Ég meina sem að gera, ég ekki að tala eitthvað fæðingarskráningu, ég að tala þá sem eiga trú og virkilega að elska sinn drottin. Það ekki stór hópur, en það samt nógu öflugur hópur til að menn viti af kirkjunni. Af því drottin svo góður við okkur, hann svo þolinmóður, hann svo kærleiksríkur, hann hefur þetta svona skipulag. Hann veit að það ekki margir sem að þjóna honum. En þessi fáir sem þjóna honum, þeir hafa mikið vægi. Eins og segir á einu stað, einn ekkur 1000 og flott og 2 10.000, ekki? Þannig að við sjáum að margföldunar áhrifin gríðarleg, ekki vegna þess að við erum svona klár. Nei, að því að drottin svo góður. Hann leifir orðunum okkar sem við tölum í Jesú nafni, að hljóma og óma víða. Og þau að hafa áhrif út allt. Þess vegna það bara þú ert að hlusta á þetta og þú færði eitthvað til þín sem þið finnst áhugaverð og þú ferð að
vinna með það meira á þess að nokkuð tímann að geta þess sem talaði, enda það aukaðatri, en þau hafa áhrifu með þessum hætti að fullt af fólki tekur þau upp og byrjar að vinna með það. Þetta kveikti þeim hugmynd. Því Drottinn góður. Þetta eru margföldunar áhrifin sem að Drottinn hefur. Þau eru svona. Þessna skiptir áhorfið sem slíkt ekkert alltaf endilega máli þó að það sé skemmtilegt, jú, ég viðurkenni það. En það skiptir samt ekki máli, heldur einhver sem hefur kannski áhrif á öðrum stað og kannski áhrifaríkur maður og kona, að hún getur fyrir að hún getur fyrir að nota þessa hugmynd sem hugmynd og út úr því kemur einhvað, en grunnurinn þarna á þess að sá sem að tala sé nokkur staðar getið. Út úr því kemur eitthvað gott, að því að fólki sem að fekk hugmyndina að byggja á einhverju sem gott. Og þannig það bara með okkur mennina, hversu miklu harðhausar sem við erum, að það þetta blíða, góða og ljúfa sem að vekur okkur alltaf mestu vonina. Mjá vestu harðhausar, þeir eru svona á bakvið alla sína harðneski. Oft þessi harðneski bara gríma. Og þetta fullyrði ég reyndar að sé, því ég búin að tala við margt fólk. Og bakvið þetta allt, þá kemur fram manneskjan og þá heyrir maður röddina að maðurinn bara, já, eins og hann Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki, sundur og dabran hörkveik, slekkur hann ekki, í trúfesti kemur hann rétti á, trúfesti, kærleikanum, trúfesti, hann ekki að fara neitt, hann var settur við kirkjuna og kirkjan starfar eins og hún starfar að því að Jesús yfir henni. Einn daginn fer ég og einn daginn fer þú, því eitt sinn skal hver maður deyja eins og við vorum að tala áðan, en Jesús lifir. Það minn styrkur í dag. En ég hins vegar get látið gott að mér leið á meðan ég En ég eins og Davíð. Davíð komin í gröfina, einn daginn fer ég þangað líka. En eftir stendur verk Drottins í kirkjunni. Hann mun reisa upp menn sem að kannski taka mína stöðu, eða hvað sem það mér var það raunin ekkert það verk Drottins. Þannig heldur það áfram sem Drottinn að gera. En núna erum við komnir á staðin okkar sem Nýja testamentið og við erum í Jóhannesa guðspjalli, gott guðspjall og hvet að ég sérstaklega til að fara í þá sálma ef þú ert að byrja að lesa Guðsorð og það mjög gott. Það svona mjög auðskilið, svona líklega auðskiljanlegast af þessu, já, á guðspjallunum. Það 7. kapli, var það ekki annars? Jú. Lesum frá mig. Eftir þetta fór Jesú yfir Galileu vatn, eða Tíberis vatn, mikill fjöldi manna fylgdi honum því þeir sáu þau tákn hann gerði á sjúku fólki. Kristur, Jesú, höfundur kirkjuna sem ræður ríkir þar ennþá í dag, kominn og menn sjá ýmislegt í það sem hann að gera sem þeir heillast af. Þetta kirkjan. Og þetta kirkjan enn að gera. Hún ennþá að sinna sjúku fólki. Fólk enn að læknast inn í kirkjunni og við höfum sum orðið vitni af því og við höfum sjálf fengið lækningu inn í kirkjunni og ég get vitna sjálfur það, minnst nokkru sinnum en þannig hann komið fram sem við vorum að tala áðan Jesaja, einhverjum hundruðum ára áður en þessi atburður og kirkjan komin á svona að fæðast fram þarna, hún enn. Af því að þessi sem að fólki sótti í að vera hjá ennþá. Ég bara framrétt hönd hans. Og þannig verður það alltaf að ég verð bara framrétt hönd hans og segðu þetta með mér þú sem ert í þjónustu, ég bara framrétt hönd hans. En ég þarf að lúta honum. Ég þarf að gefa honum vald til að gera það sem hann vill og þarf að gera. Og þá kemur blessunin í formi lækningar, alls konar og hjúkrunar og huggunar sem fólki að leita eftir. Og hefur rétt á að því Drottinn gaf þeim þennan rétt. Þannig það nú, elskuðu vinir.
En alltaf segjum þetta ekki gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og vinna meira með og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram af því að þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.